Góðan daginn og velkomin á hádegisfyrirlestrarröð Þjóðminjasafns Íslands. Í dag ætlar Kristín Halla Baldvinsdóttir, sérfræðingur í Ljósmyndasafni Íslands, að flytja fyrirlestur myndefni á veggjum landsmanna í upphafi 20. aldar. Viðfangsefni fyrirlestrarins tengt sýningunni Mannamyndasafnið sem hérna í myndasal safnsins og að fyrirlestrinum loknum þá ætlum við að bjóða ykkur að koma og skoða sýninguna. Kristín Halla, gjörðu svo vel. Takk fyrir, komið þið sæl. Ég heiti Kristín og vinn sem sérfræðingur á Ljósmyndasafni Íslands hér í Þjóðminjasafni. Og þessi fyrirlestur, eins og Eva sagði, tengist mannamyndasýningunni hérna á bakvið í myndasalnum og hveti ykkur eindregið til þess að skoða hana ef þið hafi ekki gert það. Og endilega komið komment, við höfum fengið þó nokkur nú þegar, alltaf hægt að bæta skráningu hjá okkur. En sem sagt, ég hef unnið á Ljósmyndasafninu núna í 12 ár og ég hef búin að sjá ýmislegt margar myndir, ef við segjum svo. Og ég hef búin að safna eitthvað í möppu svona sem ég hef ætla að skoða betur. Og þetta eina möppunum sem ég hef safnað af mér í gegnum tíðina. Það svolítið gaman nefnilega stundum að líta bak við myndina. Þú horfir kannski á eina mynd og sér fjölskyldustofu og svo afskrifar það sem slíkt. En hvað á bakvið? Og þessar myndir eru flestar teknar á heimilum og já, eins og Eva sagði upp á 20. aldar. Ég miðað við frá því 1900 og fram yfir stríðslok. Þetta hangir upp í stofunni minni, þessi orð, og þau ætla ég að nota sem ákveðin útgangspunkt. Ég ætla ekki að hafa þetta mjög formlegt, endilega kastið á mig ykkur hugleiðingum eða spurningum og reynum bara að hafa þetta svona spjall og við ætlum bara rýna í myndirnar. Ef við skoðum þessa mynd sem var hérna áðan á skjánum, þá langar að byrja á því að nefna með ykkur að hérna neðst í horninu, þetta eini textin sem mun koma fram á glærunum, það eru nöfn ljósmyndaranna og svo safnnúmer þeirra. Og það hægt að nota þessi safnnúmer til að fletta myndunum upp á sarpur.is. Það eiga flestar að vera skráðar. Við erum alltaf að reyna að bæta okkur í því að skrá sem flesta myndir og það eiga flestar að vera skráðar þar bæði með mynd. Ef við skoðum aðeins betur inn í þessa hérna mynd, þá sjáum við að hér konungborið fólk með ættföður. Svo erum við með erlend myndefni og ég fann nú bara hérna á veraldavefnum þessa mynd. Þetta eru sem sagt 2 Kristjánar og 2 Friðrikar, Kristján 9. og Kristján 10., Friðrik 8. og Friðrik 9., allir samankomnir á einni mynd. Og þetta er fólki þótt tilhlýðilegt að hafa í stofunni hjá sér. Man spyrst stundum hvort að við séum að einhverju leyti hefum kannski verið royalistar við Íslendingar, en aldrei að vita. En eins og ég sagði áðan, þá ætla ég að miða við sem sagt árabilið 1900 cirka til fram yfir stríð. Það náttúrulega bara ástæða fyrir því að ég byrja ekki fyrr. Við gátum ekki tekið myndir inni í illa lýstum húsum fyrir en flassið kemur til sögunar eða að gluggar urðu það stórir að birtan komin. Svo líka, ef við hugsum torfbæinn, þá hugsum við til súð. Hvar ætlum við að hengja myndirnar? Við ætlum að hengja það á endaveggina, en þar viljum við náttúrulega reyna að hafa gluggan. Svo það var væntanlega ekkert voðalega mikið myndefni í gömlu torfhúsunum, nema kannski ykkur stáststofum, eins og við sjáum á betri bæjum sem hafa þá varðveist. Förum kannski bara á næstu mynd. Eins og þið sjáu hérna í horninu, þá hún eftir Magnús Ólafsson. Reyndar tilheyrir hún safni þeirra feðga, en ég tel víst að Magnús hafi tekið hann, ekki Ólafur, sökum aldurs. En hérna hefur myndum af ættingjum og prenti ýmiss konar, bæði innlendu og erlendu, verið hengt upp á vegg og stillt upp á píanóði líka. Og upp í hægra horninu má sjá hérna annan danskan konung, svo við spyrjum okkur ennþá royalistana. Og svo stytta Bertel Thorvaldsen hérna í öndvegi á píanónu. Hér sjáum við við skulum ekki kalla þetta við skulum segja stofa, en þetta einhvers konar setustofa. Hér má sjá hvoru megin myndir við spegil, en líka hérna á veggnum vinstra megin.
og þar sjáum við englamynd en við sjáum líka 2 teikningar. Þetta teikning af Sveinbirni Egilssyni sem við sjáum hér. Hún varðveitt núna í Þjóðminjasafninu, ekki sama myndin en eins mynd, og af eiginkonu hans Helgu Benediktsdóttur Gröndal. Eins og ég segi, þetta eru önnur eintök en sömu myndirnar. Svo erum við með daggrótípu þarna fyrir neðan, sem jú í dag líka varðveitt í Ljósmyndasafni Íslands. Hún af syni þeirra hjóna, Benedikt Gröndal ungum, og má sjá hana hér. Þetta svona ákveðin kannski nördismi hjá mér, ég svona fyrir að skoða eitthvað sem við erum nú þegar að geyma og svona. Ég verð að stoppa með þetta á mikið. Svo fyrir við að líta á fjölskylduveggina. Ég veit að krátið hér kannski ekki það ungt, en það svona í tísku og fólki á mínum aldri að stilla saman endalausum myndum af fólki á veggjum og jafnvel samka öllum brúðamyndum, öllum og slíkt. En þetta ekki nýtt á nálinni, eins og við sjáum hér. Þetta svona fjölskylduveggur. En við skulum horfa þetta á myndina efst að væntanlega hún af heimahögum fjölskyldunar eða eitthvað slíkt. Hér höfum við annað dæmi fjölskylduvegg, en hér fyrir miðju búið að koma fyrir eins konar minningarplata. En við eigum þetta á glerplötu, en myndin ekki það skýra, það ekki hægt að sjá nákvæmlega hvað stendur á minningarplatan, því miður. Ég vona ég sé ekki að fara á hratt. Maður orðinn svona úr æfingu eftir svona COVID ástand. Já, einn fyrirspurn. Vita hvar þetta heimili Nei, því miður ekki vita hvar þetta heimili Þetta minningarplata heimili? Nei. Safn Jóns og Dalmann ekki vel skráð. Það svona, söfnin hjá okkur eru misvel skráð á hendi ljósmyndarana sjálfra. Og oft hef ég hugsað það mér langaði að fá tímavél til þess að fá að banka upp og kanna hvort við séum á réttum stað. Hér erum við með annan fjölskylduvegg. Hann kannski ekki eins mikið að myndum á honum, en við skulum gefa okkur það að hjónin í miðjunni þetta séu hjón í miðjunni. Það mjög algengt hjá okkur að við fáum inn svona hjónamyndir og þær eru eins innrammaðar og þeim stillt upp saman. En það erfitt að geta sér til hvað aðrir eiga sameiginlegt. Hér kemur enn eitt fjölskylduveggurinn. Aftur á móti, ef þið rýnið vel, ég reyndi nú að taka það út úr myndinni. Ég ætla að nota bendilinn núna, sjá hvort hann virki. Við skoðum hér. Hér póstkort af séra Friðriki Friðriksssyni, sem fær að vera hérna með fjölskyldinni. Og svo líka búið að setja inn í fjölskylduvegginn svona einhverjar englamyndir hér. En svo virðist hitt vera fólk úr fjölskyldunni. Það spurning hvort það hafi verið eitthvað skilgreining þegar þetta hefur hengt upp eða hvort það bara það sem fólk á. Ég ætla að segja skilið við fjölskylduveggina og fara að tala annað sem hefur verið kallað stofumálverkið. Hérna horfum við inn í sömu stofuna á mismunandi tímum. Þetta eru sömu hjónin sem sita í sófanum. Það búið að skipta teppi reyndar og það búið að svissa þessum litlu myndum. Þessi hér komin hérna megin og þessi hérna. Annað tiltölulega óbreytt. Dæturnar sita hérna með foreldrum sínum annarri myndinni og væntanlega barnabarn má gefa sér gullbrúðkaupsdegi eða eitthvað slíkt með hjónunum. Árið 2001 var sett upp sýning sem hét Sófamálverkið í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Þar fjallaði málverkið sem hékk yfir sófanum í stofunni á fólki, miðpunkti stofunar og jafnvel alls heimilisins. Anna Jóa, sýningarstjóri þeirra sýningar, segir í viðtali að eftir að fólk fór að flytja á mölina með upp úr seinna stríði, fyrir að bera meira á myndum af átthögunum. Hún segir jafnframt að sófamálverkið endurspegli aðlögun einstaklingana að þessum gríðarlegu breytingatímum sem fólst meðal því að flytja úr sveitinni og flytja ákveðið landslagsmálverk með sér í formi þess að vera að flytja sveitina með sér aftur. Þannig satt heimilisfólkið í stofusófanum nánast í heimasveitinni sinni, undir fjallinu sínu og jafnvel sjálfum helgireiti þjóðarinnar Þingvöllum. Því það eru margir sem kannast kannski við það að hafa séð Kjarvalsmálverk af Þingvöllum fyrir ofan stofusófan.
Síðan með aukinni almenni velmegun og neyslu höfum við fleiri haft efni á því að eignast samtímalist og málverkið hefur orðið svona hefð stofuprýði. Ein lítil saga þetta þá það má segja glöggt að gests augað. Ég ætla ekki að segja að konan sé gestur hér á landi því hún er búsett hér lengur heldur en hún var búsett erlendis þar sem hún er fædd. En hún nefndi einu sinni við með samstarfskona mín á kaffistofunni. Hún sagði að erlendis væri fólk miklu meira með innrömmuð plaggöt og eftirtökur eftir myndum. En Íslendingar, þeir eru miklu meira með almenna listaverkaeign á heimilum. Og síðan hún sagði þetta við mig fyrir svona áratug síðan, þá hef ég alveg hugsað þetta margoft og hef þetta oft í huga því ég fer inn á íslensk heimili. Að það er heilmikið til af list inni hjá okkur, frummyndum. Eiginlega á hverju einasta heimili eru til nokkur verk og hér sjáum við, þetta heldri manna stofa, en ég held að þetta sé svona svolítið lýsandi fyrir Íslendingana. Þeir eru ekki mikið fyrir að hengja upp plaggöt eða eftirmyndir. Við erum með listaverkin okkar heimili. Eins og Eiríkur Þorláksson, fyrrum safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, skrifaði í inngangi sýningarskrár áðurnefndar sýningar og Listasafns Íslands að Íslendingar njóti myndlistarinnar á eigin heimilum. En hér má sjá bæði stofumálverk og fleiri málverk, ef við getum sagt svo. Næsta mynd, hún ekkert voðalega vel tekin, af því hún tekin á móti glugga, en hún svona ákveðin fegurð í henni. Hér má sjá stofumálverk þó að hangi þarna ein fjölskyldumynd fyrir neðan. Kemur í ljós að stofumálverkið með myndefni á Akureyri. Horft eftir eyrinni og kærling í baksýn. Þetta kannski svolítið dimmt hjá ykkur. Við séum þetta betur á skjánum og þá kannski betur í streyminu sem í gangi. En svo má spyrja sig á næstu glæru, hvort við séum komið með nýjan standard í sófamálverki. En þetta eftirmynd af grip númer 3108 í Þjóðminjasafninu og alvöru gripurinn hangir hér uppi í gamla anddyri safnsins. Ég og samstarfskona mín Freyja eittum dágóðri stund í gær að elta uppi hvort það væri nokkuð frummyndin. Við vissum ekki alveg hvort að fólk hefði verið að drösla frummyndin heim. En frummyndin kemur hingað 1888 og það kom eiginlega ekki til greina að þessi mynd væri tekin í stofu með sjálfa minningatöfluna. En við fundum líka, eða Freyja fann það, að þetta var á uppboði árið 1990 selt. Svo þetta kannski eitthvað heima hjá einhverjum sem stofamálverk. Má spyrja sig, ef ykkur kannast við það? Sá þetta fyrir uppboði? Já, sástu þetta fyrir uppboði, já. Eftirlíking? Já, þetta eftirlíking, já. Eftirmynd, já. En hún ansi stór og ansi vegleg. Já, líka mér og að leggja í þessa vinnu, Þetta er stærðar en að málverk. En það væri gaman að vita hvernig niður komið í dag. Já, ég þarf eiginlega að leita það uppi, þefa það uppi. En svo fór ég aðeins að hugsa þetta. Við erum með sófamálverkið. Svo horfi ég á fólk horfi á kannski mér nýtísku heimili, íslensk heimili og ég spurði mig, erum við kannski að færast yfir í skenkmálverkið? Erum við kannski að fara, að því að sjónvarpið hefur svolítið eignað sér þann sess sem svo á móti sófanum, Ég allavega sé að fólki á mínum aldri sem er með heimili, að það situr eitthvað stórt málverk fyrir ofan skenkin hjá sér. En þetta er bara svona hugmynd, Heyrðu, þetta sem sagt mynd af Ara í Ögri og konu hans Kristínu Guðbrandsdóttur, Þorlákssonar. Og þetta er minningatafla sem varðveitt hérna upp í gamla anddyrinu. Eða sett frummyndin. Þetta er alveg eftirtaka. Næst ætla ég að ræða fræga menn. Hér má svo Jón Sigurðsson fara hérna í nærmyndina, eða mynd af Jóni Sigurðssoni. Í hópi merkra manna, ég náði til dæmis að greina William Shakespeare hérna fyrir miðið og svo erum við með Goethe hérna vinstra megin og Ibsen hér. Það er ábyggilegt að þekkja fleiri og Friðrik reyndar hérna á hillunni líka. En það eru hérna svona stórskáld heimsögunar. En fyrsta opinbera myndin af Jóni Sigurðssyni var gefin út af íslenskum stúdentum í Kaupmannahöfn og var steinprentuð árið 1864. Þessi
steinprentaða mynd varð í rauninni til þess að Jón Sigurðsson var svona þjóðastjarna. Því að í kjölfarið þá vildu allir eignast þessa mynd upp á vegg eða í albúm hjá sér. Og við sjáum það enn í dag þegar komin albúm að það eru myndir af Jóni Sigurðssyni með mynd af ömmu eða langömmu. En svo eftir dauða Jón Sigurðssonar þá voru fjölfaldaðar margar aðrar myndir. Þetta ekki þessi steinprentaða, þetta önnur mynd. Og því að við ábyggilega séð margar tegundir af myndum og það má sjá hérna í myndasalnum, það sérstaklega fjallað um Jón. En ég ekki hætt að fjalla Jón því að hann víða og það kemur fram hérna í textanum hérna hinum megin við þilið að hann var eiginlega á hverju einasta heimili því það til skemmtileg saga þegar 2 Bandaríkjamenn voru hérna á ferð sumarið 1873 og höfðu farið hringinn í kringum landið og þeir eruðu síðan viðstaddir brúðkaup í Dómkirkjunni og þeir voru leiddir svona fram fyrir hópinn og þar sátu mikið af fyrirmennum en þeir þekktu einn mann í hópnum. Þeir þekktu hann eins og þeir sögðu sjálf við þekktum við auðveldlega því að mynd af honum hangir upp á næsta hverjum bæ. Svo þetta var sem sagt þeir höfðu þekkt hann af myndum. Þennan mann. Svo kannski að spurning hvort þetta hefði verið fyrsti áhrifavaldurinn eða hvað við köllum það í dag. En hér má á sýningunni má sjá mismunandi útgáfur af myndum af Jóni. Talandi mismunandi útgáfur, þá ætlum ég að benda ykkur hérna í vinstra hornin og þessari hérna mynd, næstu. Það Jón í ramma og þau stilla sér upp, hjónin eða parið við mynd af Jóni, en reyndar má sjá hérna líka Jónas gæjast hérna upp fyrir höndina og manninum. Og svo, að því ég svolítið svona ljósmyndanörd, þá fór ég að skoða hérna hillun upp í horni. Við skulum sjá hérna aftur, þarna alveg lengst til hægri. Þar eru myndir Sigfúsar Eymundssonar, bæði af Austurvelli og Almannagjá. Það var svolítið gaman að sjá hvernig þetta mismunandi myndefni sem fólk velur þarna inn í þetta rými. Nei, ekki frá Sigfúsi, þetta voru bara prent væntanlega. Já. En það eru póstkort, ég mun koma þá eftir, það eru póstkort sem fólk meitt nýtir og bara eins og það virðist vera fólk hafi nota bara mikið það myndefni sem það átti. Og það sem við eigum, þetta litla sem við eigum úr gömlu bæjunum, þá jafnvel bara sápuauglýsingin, sko. Það eitthvað myndrænt og þú hengir það upp. En hér, við erum ekki alveg hætt í Jóni, því að hér má sjá skipið Jón forseta fyrir miðju. Síngvorum megin við hann eru Jón og Ingibjörg. Það sýna ykkur hérna myndirnar, þetta myndin af Jóni hérna öðru megin og myndin af Ingibjörgu, hún þarna. Og sjá, takið eftir römmunum, þeir eru mjög sérstakir. Þetta eru svona 6 hinti rammar og ef við sjáum hérna, ég vil ekki fara úr púltinu sko, svo ég nota bendilinn, líka hérna, þessa hérna ramma. Þau mjög skrautlegir og sérstakir. Man eftir fyrst ég sá þetta safna, mér fannst þetta mjög einstakt fyrir þetta, að fólk hefði lagt mikið í ramma, þetta ábyggilega ekki keyptir rammar, ábyggilega heimagerðir. En allavega Jón og Ingibjörg eru þarna síngvorum megin við Jón forseta. Hér eru komin í enn aðra stofu. Þarna greinilega ekki búið að fatta sófamálverki, það eru svolítið mörg sófamálverk, þetta svona eins og heimið á mér, það eru svona mörg sófamálverk, allt of mikið. En hér eru við með Jón á kantinum líka. Og takið eftir rammanum, það eins og sé lokur á honum, það eins og sé hægt að loka fyrir hann þegar fólk fær nóg á honum eða ég veit ekki alveg til hvers þetta hugsa, eða til að gæjast inn. En það ekki nóg að Jóni ennþá, heldur má segja að hann sé ennþá ríkjandi á heimilum landsmanna. Hann kannski meira í þessari birtingamynd. Og ég verð að viðurkenna að ég hef alveg meina svona heima mér og það spurning hvort að fleiri vilji viðurkenna fleiri vilji viðurkenna að vera með 160 ára kynningarherferðina upp á vegg. Þetta vil skila sér. En nóg á Jóni. En áfram höldum við samt í köllunum, ekki konunum. Þó að Jón hafi verið einn af frægasti Íslendingurinn og sést á flestum veggjum, þá má hér sjá Séra Hallgrím Pétursson og Jónas Hallgrímsson síngvorum megin við væntanlega ættmóður. Takið eftir albúmunum líka þarna á borðinu.
Þeim sérstaklega raðað upp ábyggilega fyrir myndatökuna. Þetta svona stofustás. Þetta voru þegar albúmin voru ákveðið stofustás. Hér má sjá aðra birtingarmynd af Hallgrími Pétursinni, en þetta teikning Samúels Eggertssonar. Nei, ég ætlaði að sýna ykkur þetta. En hún sést þarna uppi. Þetta sem sagt eintak sem varðveittir í safninu og þetta þekkja nú margir og var ábyggilega mörgum heimilum. En samt að kom mér á óvart hvað ég fann í rauninni lítið af myndum af þessu plakati. Ég hélt að yrði miklu meira. Og fjallkonuplakatið, það var á einhverjum 2 myndum, en það var ekki inn í stofu, svo ég gat ekki boðið ykkur til stofu þar, það var inn í einhverju svona öðru rými. En það komið svolítið óvart, ég hélt að þetta hefði verið bara allstaðar. En við töluðum póstkortin áðan. Hér hafa verið römmuð póstkort og auðvitað eru þau fjöldaframleitt, svo við eigum í safnkosti okkar í dag, sömu kort, annars vegar geirfuglinn og hins vegar pingvelli. Þetta hefur verið greinilega prentað erlendis og svolítið erfitt með þotnið. Þannig pingvellir. En Háifoss og Þórsmörk fá líka að vera með og Bessastaðir. En það er þess að manni sýnir sem svo að það fólk hafi nýtt framan af bara allt það myndefni sem það gat komist í, eins og til dæmis póstkortin þegar þau fóru að koma þarna upp úr 1900. Talandi það að nýta allt myndefni sem það komst í. Hér er erlend myndefni, það tíðkast oft og sérstaklega hjá þeim sem voru af erlendum bergibrotin virðist verið sko. Til dæmis í safni Thorvald Krabbe mjög mikið af myndum af erlendum myndefni og slíku. En hér ætla ég að draga athygli ykkar að ákveðnu verki. Mónu Lísu sjálfri. Henni var stolið frá Louvre árið 1911 og þá var auglýst eftir henni í blöðum víðs vegar í Evrópu og þá öðlaðist hún heimsfræðina. Það er ekki fyrir en þá. Það er ekki fyrir en allir fóru að sjá hann í blöðunum. Hún varð svona fræg eins og við þekkjum hann í dag. Og nei, ég vildi að það hefði verið svo að það fundist í Reykjavík, en hún fannst, það var ítalsku þjóðverðnisinni sem rændi henni, hún fannst á Ítalíu sko, og var komin heim til sín, ef svo má segja. En það er þess að, já, það er spurning hvort það leynist einhver Mona Lisa. Ég til dæmis þekki konu sem með Mona Lisa upp á vegg hjá sér, en það er nú reyndar bara keypt í Tiger sko, því að Tiger var að selja þetta fyrir nokkrum árum, alveg svona ágæti sæs af Mona Lisa í ramma sko. En hver var þetta hinn með vinstra megin? Var það líka eins og sé að stilt upp þessu hjól? Já, nei, ég gat ekki þekkt alveg þetta er þetta er samt einhvað svona endurreista málverk af einhverjum kalli, mér finnst líklegt að þetta sé einhver Spánverji, einhver svona sko landafundamaður, ég var aðeins að horfa á hann. Já. Já, en hann hefur kannski viljað setja þau saman, hafa þau hjón på vegg. Já. En hér erum við líka með Mónu Lísu, hún sést í reynd að ná út af þessari mynd. Það er svo mismunandi hvað skarpleikin er góður í myndunum. Hún sést hérna. En þið sjáu líka þessi neðsti rammi hér. Þetta er væntanlega bara áttagarnir sko, sýndist það allavega, svona þegar maður voru að kafa langt. En Móna Lísa fær að vera hérna yfir skrifborðinu. Nú ég lít á klukkuna, sjá hvað ég er búin að vera að ramsa mikið. Ég tala svolítið hratt, svo ég er að reyna að tala hægt við ykkur. Heyrðu, síðasta myndin sem ég ætla að sýna ykkur. Það er svolítið mikið í gangi þarna. Ég ætla fyrst að benda ykkur á álftina sem er þarna upp í loftinu. Það er svolítið mikið að vera með heila ált með sitt vængkar þarna í loftinu. En þessi mynd er tekin heim hjá foreldrum Sigríðar Zoëga ljósmyndara sem þá starfaði á ljósmyndastofu Péturs Brynjólfssonar. Þetta er í plötusafni hans. Og ég ætla að fá að sýna ykkur hérna betur að sjáu þið allt magnið af ljósmyndum, ekki bara á veggjónum, heldur hafa verið stillt upp rammar á stofuborðið og á kantinn. Og ég reyndar skráði bróður hennar Sigríðar, það var mitt fyrsta verkefni í ljósmyndasafninu fyrir talsverðu síðan. Og hann er til dæmis hérna Geir vinur minn Zoëga og hérna eru ættforeldrarnir og hér eru Geir Zoëga eldri, þeir heita allir Geir Zoëga. Og hérna allir hans kallafkomendur og þeir eru líka hér, eiginlega sama myndin. Það er samt einhver smá, hérna, ef einhver svissað sæti við einhver.
En það svolítið gaman að skoða og kafa og svo erum við komin hér aftur í mynd eftir Sigfús hérna niður í vinstra horninu. Svo það ýmislegt þetta að sjá í ljósmyndinni. Þó maður sjá hana kannski bara í byrjun svona og horfi bara á áttina. Þá ýmislegt þetta grænslast fyrir þarna. Já, það búið að vísa þetta að verið þarna flokka myndir greinilega. Þetta svona hjá Margréti Fálildi, Danadrótt. Já, hún með þetta svona? Já. Og veggjum. Maður þyrfti að komast í heimsókn til hennar. Það myndir af skrifstofunnar. Já. Í Amalíu. Í Amalíuborg, já. Þetta manni líður vel innan myndir, þetta að sjá skrifborðið mitt, það alveg hróa. Já. Ég vissi ekki að við ættum svona mikið sameiginlegt ég og Margrét Þórhildur. Það gaman að vita. Já, þeir eru mjög flottir, já. En það voru þarna til peningar, svo það var hægt að kaupa mjög flotta flúraða ramma. Ertu að tala af þeim? Já, þeir eru ábyggilega keyptir erlendis, þessir rammar þarna á borðan. Já, með svona römmum, já. Það hefur kannski verið fluttur gámur hingað til lands upp á sín tíma. Hvernig, nú þetta allt kallmenn sem þú ert með myndir eftir. Það var svo fín sýning fyrir norðan og Akureyri, 5 ljósmyndara, ekki mörgum ára síðan. Eru þær seinna? Sko. Ég finnst það eins og frá sama tíma. Já, ég náttúrulega bara með afmarkað efni og ég hugsaði þetta líka. Ég hugsaði með mér að verður nú gaman að hafa Sigríði Sóika, Nikolíu Veifa, það var önnur sjutt en annars sjutt reyndar á varveitt á Akureyri, en þessar konur sem við varveitum væri búið gaman að hafa með. En til dæmis á Sigríði Sóika, hún tekur ekkert svona inn í stofum nema hugsanlega þessa mynd heim hjá mömmu sinni og pabba, af því hún vann hjá Pétri á þessum tíma. Hún að taka portrettmyndir inn í á ljósmyndastofu og svo tekur hún útimyndir, eins og til dæmis konurnar við Ána og allt þetta. Og svo erum við með Nikolínu Veifa, hún bara eins og snemma. Hún of snemma, hún með svona ljósmyndaskála hjá sér sem þá með ljósi sem nær alveg yfir heilan vegg, þannig að hún nær birtunni inn þar, en hún bara flassið ekki til, svo hún getur ekki tekið inn í stofum landsmanna. Það eru til 2 myndir sem eru á mannamyndasýningunni sem eru taldar vera elstu myndir teknar innandyra á Íslandi og það eru teknar af Sigfúsi Eymundssyni. Og það held ég 1880 og eitthvað, þá hann að pröfa sig áfram. Þá hann búinn að, þá með dagsbirtuna, hann búinn að taka niður gluggatjöld, það verið að reyna að koma eins miklu birtu inn í rýmið eins og hægt En svo þetta ekkert fyrir en flassi kemur þarna upp á aldamótum og þá erum við svolítið, það verður í rauninni ég ætla að leyfa mér að segja þetta, það verður svona, konurnar koma fyrst, svo kemur svolítið bil hjá þeim Það ekki eins mikið þarna, svo kemur aftur gróska í kvenljósmyndurum seinna mér og þá ég kannski síður að horfa á þetta og það eru meiri portréttsöfn sem liggja eftir þær. En þetta vel alveg, mér langaði að hafa fleiri konur. Þetta ekki til þess að hylla bara kallmörunum. Já, einmitt, kvenljósmyndarana. Já, þær eru það. Já, einmitt. Já, það var hérna líka ljósmyndarsýning árið 2011, nei, hvernig hún? 2013. Já, það eru svona hvernig ljósmyndara sem var bæði hér og ljósmyndasafn Reykjavíkur. Það var samstarfsverkefni. En allavega, ég held ég hafi lokið mínu máli. Spurningar? Já. Hallgrímur Pétursson og Jónas og Bjarni. Ekkert voðalegt magn, en við eigum, já. En þetta ennþá í umferð í samfélagi? Já, þetta ennþá í umferð og svo náttúrulega líka bara hægt að kaupa þetta sem nýprent hérna út í safnbúðinni, Þannig að þetta í einhverju svona menningaminni hjá fólki og þetta ennþá í samfélaginu eins og Fjallkonan og Hallgríms Pétursson og plakatið og allt þetta, en við eigum úrval af þessu í okkar safnkosti. Já. sem raunveruleg úttekt við það sem eðlilegt í dag og svo hin spurningin hafið hugleitt af hverju fólk sækist svo mikið eftir að vera með myndir af ókunnugu fólki þótt þessi
hvað það í menningunni sem gerir það verkum að fólk hefur þörf fyrir svona, og þetta svona, það einir eftir að þessu í dag meðal annars þrátt fyrir fólk sé á lífi að hefur til að myndir af forsetum Íslands í Búðabrugg á Vöndastíð. Hvað þetta í þjóðarsálinni sem Varðandi forsetamyndirnar, þá hugsaði ég akkurat þetta þegar ég var að skoða þennan fyrirlestur, að það er skrítið að við erum fyrst með kóngafólkið og við erum með Jón Sigurðsson, en forsetarnir, þær rata ekki heim til fólks, en þeir rata í búðagluggana eins og þú segir. Það vekur athygli mína að á mínum barndómsárum þá þótti mér óskaplega merkilegt að sjá mynd af forsetunum í nánast flestum búðagluggum á Laugaveginum. Maður fór mig í skrúðgöngu sko niður Laugaveginn. Sumardaginn 1. og 17. júní. Og svo einhvern veginn fólk minnkaði þetta eða svona þessi síður lagðist af. En svo kom hann eiginlega upp aftur svona seinni partin á síðustu. Já, ég man eftir því að hafa séð myndir af Vigdísi sérstaklega og í svona búðagluggum stilt upp á hátíðisdögum. Já, þetta er svona, það virkir svona eins og própaganda. Já, þetta er þannig. Eins og til stjórnmálafólk. Já. En það er erfitt að segja það, af hverju fólk laðast að þessu að hafa í rauninni sér ókunnu aðila, þó þið séu náttúrulega þekktir, en þetta er ekki einhverjir fjölskyldumeðlimir. Þið ættu kannski að fá okkur sérfræðing. Já, við þyrftum eiginlega að stúdera þetta, hvort að þetta sér íslenskt eða ekki. En ég hef nú komið inn á mörg heimili á sveitabæinn Hringilulandi þegar ég var á söluferðum á námsárum. Og þessar myndir af Hallgrími Péturssyni, Jóni Sigurðssyni og fleirum voru nánast öðru sveita heimili á þessum árum frá því að mann eftir svona frá 1970 Já. 1980. Einmitt. Ég held að þetta sé mikið í umferð eins og bent á hérna áðan. En þá? Og maður veist núna síðan við kemur á einum sérstaklega Sveitaheimili. Það er meira á sveitaheimilum heldur en ekki Reykjavík. Já. En mér finnst þetta hafa farið sko útgangi og mér finnst þetta á sér. Já, ég held að sé meira það að fólk sé með sína eigin fjölskyldumeðlimi på vegg í dag og jafnvel erum kannski að fara í þróunina með plaggotin eins og ég sýndi í byrjun að ég er sjálf með plaggat heima á mér en ég er enda með list líka. Það aukast aftur að fólk setja með svona mikið fjölskyldum. Já, ég held það en kannski ekki í stofunni. Mér finnst það ekki vera raunin að fólk en svo náttúrulega þessi ógnótt af fjölskyldumyndir sem fólk á í dag mér allt í tölvunni en fólk velur eitthvað ákveð. Þetta er við eitthvað ákveðin. Þetta þegar börnin eru lítil, þetta eru brúðamyndirnar, þetta þegar eitthvað svona, en fólk kannski ekkert, svo gleymir það í 5 eða 10 ár, að þetta er stafrænt, þetta er bara í tölvunni, En ég held að fólk sé óduglegra við að láta prenta, heldur en það var áður, og sé þá bara í rauninni að svolítið að gleyma sér, svo það er svolítið stöðnun. Til að mynda, ég skipti við Pixlar, sem er framkvæmdunarfyrirtæki, og mér skilst á þeim að það sé aukning á því að fólk átti prenta myndirnar Það er nefnilega, það væri áhugavert að skoða þetta hvort það hafi verið eitthvað vakning því að fólk var að vakna upp í vondan draum þegar símarnir hrundu eða svo vitum við það að fyrstu kynslóði geisladiska, það er jafnvel ekkert að lesa, það er í dag, fólk er búið að skrifa myndirnar á það og fyrstu stafrænu myndirnar, það eru kannski svona litlar á skjá í dag, svo að við munum lendi í smá bobba með þetta hérna eftir 2000 efni og einhverjum tímapunkti, nema við séum búin að prenta út. Þá getum við alltaf skannað eftir. Einhverja fleiri spurningar? Þessar myndir af Mónu Lísu, því þú varst að tala að það hafi verið auglýst eftir henni, er þetta það úrklippur úr blöðum? Bæði og. Mér fannst ég sjá einhverjar úrklippur, en það er eins og það hafi verið prentað í kjölfarið einhver eintök sem hafi verið selt. En maður spurt inn í Já. þetta að fólk hefur verið að leika sér að því að mála eftirmyndir af Mónu Lísu og Já. þessi mynd sem að var getur verið að hún væri einmitt bara eftir líki. Já. Gæti líka verið eftir taka þetta er akkurat í því formati sem er svona passlega stórt fyrir filmuna. Já.
En ég hvet ykkur eindregið til að kíkja hérna á mannamyndasýninguna. Ég veit að fyrirlesturinn tengdist ekki beint mannamyndasýningunni, en þar til dæmis skoðaðar myndir af fólki í stofu, það skoðað myndir af fjölskyldum. Það Jón Sigurðsson, hann kennir ýmsa grasa. Við verðum til. Við getum líka svarað eitthvað spurningum þar. Gjörðu þess vel. Takk fyrir.